Já, eins og framkom þá heiti ég Geir Gíslason og ég framkvæmdastjóri Akureyri Backpackers. Ég ætla svona fyrst og fremst að tala út frá minni reynslu við aðstoða ferðamenn að komast á milli staða. Sjálfur hef ég aldrei ferðast með landsbyggðarstrætó en ég nýti mig stöku sinnum innanbæjarvagna á Akureyri. Margt hefur lagast frá því að strætó byrjaði. Upphafi var erfitt að finna tímatöflur og ekkert til á ensku. Í einhverju pirringskasti sendi ég pósta og hringdi símtöl. Mér sérstaklega minnistætt þegar ég fekk svarið þetta ekki hugsað fyrir útlendinga. En margt hefur lagast síðan þá. Hlutirnir hafa lagast mikið en stundum rekst maður á sérkennilega hluti svona eins og hlutirnir hafa ekki alveg verið kláraðir. Auðvitað veit enginn útlendingur hvað orðið innanbæjarvagna þýðir. En þetta sérst inn á enska hluta heimasíðu strætó. Leiðakerfi strætó gott í megindráttum. Það vantar þó að klára hringinn og nánast ógjörningur að komast yfir veturinn leiðina Egilsstaðir-Höfn. Reyndar hægt að komast yfir Breiðdalsvíkur með öðru en strætó en kannski er það ekkert gáfulegt þar sem engar almennir samgöngur eru frá Breiðdalsvík til Hafnar. Og ég geri fastlega ráð fyrir að Vestfirðingar séu ekkert alveg sáttir við leiðakerfi heldur en það stoppar á Hólmavík. Hérna ger ég fyrst og fremst athugasemdir við það sem í mínu nærumhverfi. Eitthvað af þessu hefur nú komið fram hérna á undan mér og líklega eru þessi vandamál allt í kringu landið. Leiðakerfið passar ekki alltaf við aðra samgöngur eins og raunin þegar Grímseyjarferjan kemur í land á Dalvík á kvöldin, þá eru engar samgöngur frá Dalvík. Þeir sem ætla að taka Hríseyjarferjuna þurfa að ganga töluvert langa leið frá þjóðveginum niður á Árskógssand, oft með þungan farangur með sér. Ef það ófært frá Mývatni að Egilsstöðum fellur ferðin að Mývatni niður líka. Ég veit ekki til þess að ferðin á Akranes falli niður þó að Holtaverðarheiðin sé ófær. Það ekki hægt að ferðast innan dagsins á milli Akureyrar og Mývatns þar sem vagnarnir mætast á Mývatni. Og svo finnst mér líka nauðsynlegt að minnast á aðstöðu farþega á Akureyri sem í raun fyrir neðan allar hellur. En eins og kom fram hérna áðan þá náttúrulega algjörlega ótækt að sé verið að losa og lesta bílana út af miðri umferðargötu. Þegar við erum að aðstoða ferðamenn þá maður oft velt fyrir sér þessu svokallaða miðakerfi. Þess að til að ferðast á afsláttarfargjaldi þarf að kaupa miða sem seldur í 9 miðaspjöldum. Því þarf að kaupa miða fyrir 10.500 til að fá farið á 8.555. Það segja allir að fá afslátt. Mér skilst þó að þetta sé að breytast og ég vona það svo sannarlega. Svo hér ein stutt saga. Markastofan á Akureyri óskaði eitt sinn eftir því að fá frítt fyrir einstakling sem hér var að kynna sér aðstæður. Þetta nokkuð algengt fyrirkomulag í markaðssetningu. Það að segja greiða götu fólk sem hefur eitthvað með það að gera að senda hingað fólk. Svarið sem þeir fengu var að það þyrfti að hafa samband við öll sveitarfélögin á leiðinni Akureyri Reykjavík. Þetta jú mismunandi gjaldsvæði og hvers sveitarfélag þarf að borga sinn skerf og þá greinilega að gefa þessu tilviki. Ég hef raunar ekki hugmynd hvernig kostnaður skiptist á milli en mér finnst þetta í meira lagi furðulegt. Mér langar líka að nota tækifæri og tala aðeins strætó á Akureyri. Það frábært að það skuli vera frítt í strætó. En má ekki hugsa sér að rukka á leiðum sem eru lengra í burtu, til dæmis frá flugvöllunum, Hlíðarfjalli og Hömrum. En að þessa staði ganga engir vagnar. Ég held að þessi komið tími til að bjóða strætó frá flugvöllunum og útivistarparadísum okkar Akureyringa, Kjarnaskógi og Hlíðarfjalli.
Sérstaklega aðkallandi eru strætóferðir frá flugvellinum. Það eru allavega, ég hef ekki komið á þann flugvell ennþá sem vill láta taka sig alvarlega þar sem ekki eru almenningssamgöngur frá vellinum. Það var aðeins komið hérna inn á þessa vagna sem eru notaðir og ég ætla líka að koma inn á það. Samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef var gert ráð fyrir svokölluðum millibæjarvögnum þegar strætó var boðin út. Ég viðurkenni það að ég hef ekki lesið útboðsgögnin sem lágu til grundvallar á sínum tíma en samkvæmt þeim sem það gerðu eru þetta vagnar sem notaðir eru á milli bæja í Danmörku og Þýskalandi. Auðvitað eru aðstæður hér allt aðrar en í Danmörku, hér eru fjallvegir og vetrarfær stóran hluta af árinu. Þetta er svo raunveruleiki sem við búum við þó ég vilji ekki gera lítið úr fjöllunum í Danmörku. Er kannski möguleiki að vera með sveigjanlegri bílaflota. Árið 2015 féllu niður 303 ferðir á leið 57 Akureyri Reykjavík. Mér finnst mjög líklegt að þetta sé að mestu veturinn og ef við gerum ráð fyrir að þetta sé á 7 mánaða tímabili október til maí, þá er niðurstaðan svo að 38% ferðanna féllu niður á leið 57. Er veðrið svona vont eða erum við bara ekki að nota réttu bílana? Þetta er frétt síðan 2013 af heimasíðu MBL þegar strætó á leið til Húsavíkur fór út af. Þessi mynd fylgdi fréttinni og í þessum stóra bíl var einn farþegi. Það amaði ekkert að eina farþeganum kemur fram. Mér finnst þetta að vera svolítið lýsandi fyrir margt þegar við veljum okkur að fara eftir einhverjum stöðlum sem kannski passa ekki endilega við raunveruleikann. Ég er ekki sérfræðingur í bílum en ég velti fyrir mig fleiri möguleikum yfir veturinn. Ég er viss að ef bílstjórar myndu setjast niður myndu þeir ekkert endilega velja þennan efst í vinstra horninu. Þeir myndu heldur ekkert endilega velja hina, kannski eitthvað allt annað. Af stórum hluta er strætó góður og þægilegu samgöngumóti sem nýtist ferðamönnum vel. Vandamáli er þó skammdegið en allt og margar ferðir falla niður vegna aðstæðna sem ég vil meina að í mörgum tilfellum sé bílaflotanum að kenna. Ég þakka fyrir mig.